ég byrjaði að teipa. Já, það bara allt leið. Ég meina, þú kaupir þetta bara til Hagkaup. Já, ég að segja það. Við ætlum að fá okkur 50% paste. Byrjum á því. 50% paste. Hvernig fengi ég þinn? Settu þetta bara undir tunguna. Taktu þetta bara á puttan. Óps, strömmur. Tekur þetta bara á puttan og undir tunguna. Svona. Og svo ætla ég að... Hvað finnst þér þetta að gera fyrir þig? Já, við skulum koma inn á það. Ég er ekki búinn. Ég ætla að gefa þér líka olíu. Sko. Þetta er 20% hrá olía. Já, þú mátt eiga hana. Þakka þér fyrir. Að ég taka hana núna, eða? Já, Hvað tekur? Bara eitt svona staut, eða? Eða sko samkvæmt leiðbeiningum þá átt að taka svona 2-3 dropa en ég tek bara staut. En ég er líka alkoholisti. Já, einmitt. Skilgreina upplýsingar. Já, við erum komið með nokkur topic, sko. Við tala líka CBD-olíuna. Nei, mér langaði bara því þú sagði bergmálsellir. Já. Því þú veist, ég er búin að taka eftir því sem þú skrifa á Facebook og svona mjög, undanfærum mjög afdráttarlaus og með, sterkar skoðanir og svolítið svona, ég heldur sér þetta viðra hluti sem að margir það eru margir þarna líka en það er, þú veist, fólk ekki hrættum að eignast óvinni en upplifir eins og þetta í bergmálsælliða. Sko, ég nýti mér auðvitað samfélagsmiðla þá Facebook og það er náttúrulega einhver algoritmi og þannig að það er einhver stýring á því, við erum með einhverja vinn á Facebook, ég held sem einhverja 1500 vinn á Facebook og þá þarf maður að spyrja sig hversu langt í rauninni nærðu að kalla, sko, þegar þú ert að fá bara eitthvað x mikið af viðbröðum, það er eitt. En svo hefur verið að nýta mig líka, þá bara fréttamiðla, þá skoðanir og greinar. Og þá ertu farin að ná lengra, sko. Já, finnur það? Já, ég finn það alveg skýrt og greinilega, sko. Já, meiri viðbröð. Já, meiri viðbröð og en sko, hvað var það rauninni að skilgreina upplýsingarnar, þá, ég held maður þurfa að fara að spyrja sjálfan sig að því, af hverju eru við tveir að hittast hérna og eiga þetta samtal? Hverju átt að þjóna? Og ég er að tjá mig á samfélagsmiðlum eða í fréttamiðlum, sko, með mína skoðanir, hverju á það að þjóna? Ég þarf að spyrja sjálfan mig að því, er það til þess að þjóna því að ég vill vera sýnilegur, vill vera eitthvað, er ég að þjóna einhverju svona veikri sjálfsmynd eða einhverju ego eða er ég raunverulega að deila einhverju út á við sem að ég er sannfærður að sko ekki bara eigi rétt á sér, heldur ég er sannfærður að mér ber skylda til þess að deila þessu með heildinni. Skilur hvað við? Ég skilði 100%. Og ég er búin að þurfa, að því þú spurðir, sko, ég er búin að þurfa að fara dálítið djúpt í að skoða hvað er ég að reyna að gera með þessu podcasti. Hver er þetta að þjóna? Já, og ég veit á tímabili var ég komin þangað og ég er ennþá þar, en það er bara svolítið erfitt eftir margt búið að gerast hjá mér svona. Það er að í raun og veru draga úr kollektífri dómhörku, sko. Kollektífri? Dómhörku. Já, hvað er það? Með því að leyfa öllum að koma, leyfa fólki að tjá sig í langan tíma. Ég hef ekki tölu á því hvað ég hef oft fengið skilabóð þar sem að fólk segir ég ætlaði ekki að ít og play, en núna sé ég þess að manneski alltaf verið ljós eftir að hafa hlustað á hann tala. Já. Og mér finnst fjölmiðlar eru dálítið mikið svona, það er freistni vandi með fyrirsagnir og annað, að taka fólk aðeins úr samhengi. Mitt markmið hefur alltaf verið að setja fólk í samhengi. Já. Þannig að þú veist, ef þú ert með langt samtal þar sem að manneskjan kannski fær rétt rými til þess að tjá skoðanir sínar, að þá kemur hún fram í sínu réttasta og besta ljósi, sko. En ég sé það líka, þú ert ekki einu sinni með handrit. Nei. Þú ert alveg chillaður að þig, sko. Ef ég set þarna megin, sko, þá er ég með allt bara niður njörfaði, með einhvern ból, sko, sem ég fylgi eftir. Já, er það vitleysa? Sko, það sem nú erum við að snúa sér við, þú að spurja mig. Sko, ég geti sagt þig hvernig ég
vinn síðan, ég var með smá sko að því ég var svo náttúrulega búin að taka gríðalegt magna viðtölum í fjölmiðlum yfirleitt styttri sko í fréttunum 2-5 mínútna viðtöl Íslandi í dag eða 15-20 mínútur svo upp í kannski svo allt í einhverjum podcast og þá bara svona þetta verður eiginlega að vera svolítið stund til þetta telja eitthvað sko þá var ég smeykur með mitt að hvernig ætla ég að fara að halda samtalinu svona lengi þannig að ég hef haft þessa reglu að ég undirbý mig vel og ég skrifa niður en ég notaði aldrei Nei. Þannig ég skrifaði niður smá handrit fyrir þennan þátt en ég ekki með það uppi við Þú ekki með það uppi við Ég búin að vera svona smá stressaður við að koma hérna því ég veit ekkit af hverju ég hérna og mér finnst það sjúklega áhugavert líka að fara bara á staði sem að einhvern veginn birtast mér og mér eru boðnir á þess að ég kannski hafi fulla stjórn að það sem að gerast sko. Ég hef enga stjórn að þessu hér sko. Nei, og þá skal ég svara því líka svo kynniði til leiksið mitt, Gunnar Víum ég er búin að sjá það sem þú er búin að skrifa og þá að því varst að tala með hann mér finnst, það er alveg nógu mikið af ákveðnum upplýsingum þannig að mér finnst það áhugavert að fá fólk í samtöl sem er kannski að tala fyrir aðeins öðrum upplýsingum að því ég hugsa hvar á Íslandi fær fólk röddina í það mér svolítið skortur á því sko að því ég fyrir ekki ég er að ranta mig og fjölmiðlaferilin og það er flott til að byrja með að ég hef alltaf skilið fjölmiðla þannig að þeir eiga að varpa fram öllum hliðum og sína fólki allar upplýsingar maður myndi halda það og við eigum ekki að vanvirða fólk á síðan sjálft að geta metið hvað er rétt og hvað er ekki og mér finnst fjölmiðlar að vera algjörlega farnir út að leið í því að vera handpikka hverjir eru nógu góðir til að mega komi viðtal hvaða skoðanir mega heyrast, mér finnst það bara ekki rétt mér finnst þetta ekki hlutverk blaðamennsku Nei, en svona er bara eins og við tölum aðeins fyrir viðtali, svona er náttúrulega bara svolítið samfélagið orðið og það er eins og að sé eitthvað svona sásauka líka með bara bæði sameiginlegur og í einstaklingnum sem bara þrífst á því að það sé bent og eitthvað sé kallaður hálfviti eða eitthvað sem hefur rangt fyrir sér og fyrir vikið hef ég rétt fyrir mér við þrífumst á aðgreiningu og við þrífumst á sásauka annara og þegar að koma upp svona mál sem að þú náttúrulega sjálfur hefur reynslu af að hafa sagt lent í eða komið þér í eða hvernig sem það var þá þetta bara þá fara sásauka líkamannir á stað sko. Þeir þrífast á þessu þeir þrífast á sásauka annara og En svo velum að sjálfur líka sko, mér finnst bæði samfélagsmiðlar og fjölmiðlar ákveðnir samfélagsmiðlar sérstaklega og fjölmiðlar eru rosa mikið að þrífast á þessum sásauka líkamann svo getur maður sjálfur valið hvað ætla maður mikið að taka þátt í maður getur það, en það kallar á meðutund það kallar á það að þú þarft að vera tilbúin til þess að sjá sjálfæði með öllum fyrirvara heimsins ég þarf að vera tilbúin til þess að skoða í rauninni bresti mína og lesti mína og ekki einhvern veginn alltaf að vera að leita því góða í sjálfum mér, heldur þarf ég að vera tilbúin til þess að skoða í rauninni möruna innra með sjálfum mér sem er lygin sko. Því botna grunn og það er kannski það sem keyrir mig áfram, það er ekki leitin af sannleikanum, heldur er það leitin af lyginni og þess vegna virka ég út á við í mínum skrifum sko, oft frekar neikvæður gaur, alltaf að skrifa eitthvað neikvætt og leiðinlegt en það er það sem ég sé því að þú ert komin á staði lífinu það sem að þú ert farin að geta tekið sjálfaði með fyrirvara og séð lína í sjálfur út frá sásauka sem myndast með því að gera í rauninni gegn svona einhvers konar sameiginlegri velferð mannkins þá ferðu líka að sjá það sama bara í sömu birtingamynd út á við í samfélaginu og ég hef skoðað og það sem ég er búin að vera að skrifa núna upp á síðkastið og kannski það sem fær þig til þess að bjóða mér hérna er varandi bara framleiðslu á ópíóum sko. Já, mér langaði lyfjabransin, við förum nú í það Já, mér langaði að tala mitt lyfjabransan og fleiri mitt að þessum hlutum í samfélaginu sem eru svona en mér langar aðeins að staldra við þetta sem þú veist að segja núna að því að þetta finnst mér að vera svo áhugaverður punktur hvenar manneskja því þetta með að vera þú veist, maður er kannski komin í ákveðna meðvitund maður horfir á samfélagsmiðla maður horfir á alla að vera með skoðanir á öllu og ég held að ég hef síðast haft skoðun á samfélagsmiðli ég man ekki hvað komið langt síðan sko. En þá þarf ég að spurja mig er ég farin að göfga sjálf og langa mig kannski að hafa skoðun en ég
eins og þú ert að segja, ég veit kannski að þá virka ég eins og ég sé neikvæði kallinn eða þannig að ég ætla frekar maður finnur ekki ennþá staðinn hvað ég ætla að segja, ok, þetta hæðin sem ég til í að deyja og ég ætla að pikka þennan fæt, ég ætla að vaða inn í hann. Já, maður þarf svolítið að sko, númer 1, hverjum ekki drull? Svona ángríns, hverjum ekki drull? Ég hef svolítið tekið hann pól í hæðina en samt sem áður veist, ég get fengið skít sko en ég auðvitað svo er ég alveg barn, ég er alveg ungling og ég giftu konu sem ég er búin að vera með í 25 ár, þannig ég þarf að taka tillit til fólksins, ég þarf að taka tillit til þess að við þurfum að hafa fjárhagslegt öryggi og annað og hvað get ég leyft mér á að skrifa og kannski neymdroppa hérna einhverja moldríka menn hérna sem ég kannski eitthvað að gaggrina og þessum einhverju lyfjaframleiðendur sem eru kannski með einhvern her af lögfræðingum áður en ég veit að það er búið að draga minni eitthvað mál sem bara fyrir að kosta mig og fjölskyldunum mína peninga sko. Þannig ég þarf alltaf að velja og hafna og ég þarf að vera alveg ég þarf að fara sjúklega að valda og ég spyr konuna mína hérna í morgun, herraskan því það búið að ganga svo mikið á í okkar lífi er eitthvað sem þú vilt að ég tala ekki þá segir hún við mig, hún segir neini, ég er alveg stór stelpa, þú getur alveg treyst því, ég sé alveg mig og maður tala hvað sem hvað mig varðar en farðu bara sjúklega vallega og verður skynsamur og myndu að þú ert með 13 ára barn í skóla sko. Þannig að það er þessi dómgrein sem ég þarf að hafa aðgengi af þegar að kemur að því að miðla upplýsingum. En þetta er aftur komin á áhugaverðan punkt sem hversu mikið er fólk að ritskoða sjálft sig, meðvitað og ómeðvitað, einmitt út af ótta, eins og þú ert að segja, það er svo skiljanlegt ef þú ert að alveg börn, þú þarft að hafa, þú þarft að geta fætt fjölskyldu og annað, að svo ertu búin að sjá, ef ég stíg á þessa braut, þá geti það, við erum komin á tíma þar sem verða að vega atvinnu fólks og fleira er ekki eðlilegt að sé bara svona jafnvel bara ómeðvituð svona ritskoðun að gríma yfir okkur öllum Jú, en ég er bara samt svolítið þannig að hverjum ekki drull það er svolítið mitt take en samt sem aður, taka dæmi ég ætla að fara svona örlítið inn að þú kannski þarft ekkit endilega að skrifa það í frétt sem þú skrifar þetta viðtal eða þú kannski kemst hjá því en fyrir ekkit svo mörgum árum þá komst ég að því að þarna ég var sem sagt klámfíkill ég bara séð það sjálfur mér bara fuck ég var alltaf innu sem sagt þetta var búið að hafa áhrif á mig og mína áru gagnvart konum alveg bara og stelpum bara frá því voru unglingur og þetta var mér fyrsti feluleikur þegar ég var að fela klám og eitthvað sem örugglega 80% af drengjum gera og þetta svona var farið að framkalla eitthvað svona tvöfalt líf, ég er að fela eitthvað og svo bara líða áratugirnir og ég er kannski ennþá aðvík á hvað konunni minni, barninu minni og samfélaginu og ég áttaði mig á því að þetta var að hafa áhrif á samskiptum mín við konur, ég og konur á vinnustað sem er altså skóli, þess að ég er að vinna með konum og börnum og ég fann að þetta var að fara að framkalla samvinskupið og og sektarkennd mér fannst ég vera að taka þátt í ykkur sem að í rauninni innst í kjarni minn bara vildi ekki vera að taka þátt í ég var inn á okkur plattformi sem að var fyrir mér en ekkit annað en birtingamynd ofbeldis og eitthvað sem var bara frekar mikið láminning og óhreind og ég sá þetta og annars ég sá líka hvað var að sjálfsfrón sem ég sjúklega áhugavert sko, því þegar ég var lítill strákur og maður var að byrja að kippa í hann þá var ég að nota ímyndunarafl það sem ég var að búa til hugmyndir þetta er svona munurinn á að horfa á YouTube eða lesa þannig ég var að búa mig til fantasíur hann að fantasían var að koma innanfrá sem ég svo leiddi út í stað þess að ég var að mata mig með efni sem kom utanfrá og inn sem var alltaf einhvern veginn að hækka sko staðalinn sem þýtti það að ég kannski var ekkert eitthvað mjög gróft af ég var alltaf að fara lengra og lengra og maður þekkir þessi tilfelli, ég þekki gauðra sem er bara að fara svo langt að þeir eru bara í ykkur svona 16 tíma bara rungbinge bara dreif fyrir glugga og þeir eru bara að surfa klám þangað til að kerfið í þeim segir bara sorry, blackout
og gaurinn bara nánast flatlinar á lyklaborðinu og bara fer í blackout. Þetta alveg, Þetta fucking hella og Já. svo vaknar bara daginn eftir, þú ert bara þurr ausin af boðefnum. Þannig ég hugsaði með mér, þetta ránt. Vá, ég ætlaði ekki að fara í þetta einu sinni. En ok, hér við. Og ég komst að þetta ránt, þannig að ég ákvað að skrifa þetta. Því að það sem gerir mig frjálsan undan einhverju sem ekki að gauka líf mitt að ávarpa það. Númer 1 að sjá það og það kallar á meðutund og númer 2, það hugur ekki til þess að ávarpa það og þá kemur að því hversu hátt ætlar að tala, ætlar að gera það one on one því ég er búin að reyna það eða ætlar að gera það bara að blasta því og það var það sem ég gerði og það voru samfélagsmiðlar, grein og fjölmiðl og svo var ég dregin eitthvað útvarpsviðtal í kjölfarið því fólki fannst bara svo skrítið að eitthvað smíðakennari var allt í einu eitthvað bara opinberlega að taka ákvörðun það að hann ætlaði bara að hætta að runga við klámið og það væri bara eitthvað skítut og ógislegt. Þetta því fólk svo hrætt og óttaslegið en það sem ég langar að koma inn á að afleiðingin af þessu ávarpi og þessari opinberun var svo að þessi fíkni hegðun mín hún var tekin frá mér. Það svoleiðis? Já, bara frá einum degi til annars og hérna það ekki líka því að fer ekki að grípa fram með fíkn að hún þrífst svo oft á skömm og því að þú sért í einrúmi sko. Já, leið þú varpar ljósa á þetta bara segja þetta staðan, svona þetta þá einhvern veginn eftir að byrja að leysa upp skömminni kringum þetta og þá hækka meðvutundin í kringum þetta og þá erfiðar að halda áfram að gera þetta sko. Þú aftengir þig frá þessu elementi og þetta örugglega eitthvað sem þetta svona eitt af þessum þessum hlutum sem miklu stærra vandamál en þú veist, af því það svo mikið skömm í kringum þetta. Rosalega, og lítið umtal, mjög lítið umtal. Já, ég held að ef þú værir eða ég bara svo oft tala við menn þar sem sko reyðar hópur af mönnum, þá bara tengja allir við þetta á einhvern hátt. Sko. Flestir. Ég þekki samt menn sem ekki í þessu og hafa aldrei verið. Þeim finnst þetta bara að vera frekar súrt. Já, ég þekki líka menn sem það geggja heilbrigt, sko. Já, 100% sko. En ég að segja bara taka tímabil, sko. Já. Ertu hefur haft mikla tilhneigingu til fíknar í gegnum tíðina? Já, algjörlega. Ég hef það sko, ég fæddi 76 sko, en ég af þessari kynslóð sem greiningar voru einhvern veginn ekki komnar þegar ég var unglingur eða sem barn, en ég hefði eflaust flokkast sem sagt ofvirkur og hvatvis veit ekki, örugglega með athyglisbrest og og svo ég mjög óttaslegin sem krakki og það auðvitað eitthvað svona óöryggi í mínum félagslegu aðstæðum sko, sem ég ætla kannski ekki að fara inn á en ekkert eitthvað hrikalegt, ég ekkert eitthvað alin uppi ofbeldi eða neitt svoleiðis en það var svona einhverjar hrókeringar og sem kannski spila eitthvað inn í en ekki höfuðorsökin eitthvað annað og það eitthvað í mér sem að kallar á eitthvað sko, sem ekki til kallar á einhverja ró og einhverja fullnægingu sem ég einhvern veginn fæ aldrei nóg af. Fórstu að mitigata þið sjálfur þá já. Með þú veist að því nú flesta þessum óvirknis og athyglisbrestar lyfjum amfetamínskyld. Já, ég byrjaði nú ekki þar, ég byrjaði náttúrulega bara, cannabis bara var andleg vakning fyrir mér sko. Já. Og það ennþá, nú erum við að taka hennum hampin og CBD sko, plantan ótrúlegt ævintýri og cannabis með öllum sínum 130 kannabinóðum en þá ég misnotaði THC sem einn af þessum kannabinóðum og sá eini sem veldu vímu ég misnotaði þetta efni í mörg ár og sem sko jók svo enn á þunglindið sem svo keyri mig inn í mína fyrstu greiningu sem ég myndi flokkast sem ekki bipolar eða eitthvað bara mjög sveiflukendur þunglindur og sem var til þess að ég fer og lif og var á þeim í nokkur ár svona SSRI-lyfjum sem by the way bara einskins nýtt rusl og gerði ekkert fyrir mig annað en annars stuði drepa mig þegar ég svo tók ákvörðun að hætta þeim ég notaði áfengi og alkohól og það sem alkohól gerir alkohól fokkar upp í boðefnaflæði heilans og þann hátt
að sko endur upptaka á boðefnum sem á sér stöðut staðist, þessi heilbrigð viðskipti boðefnum, hún er skert, hún er lömuð og sem gerir það að verkum að ég þarf alltaf að borða. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.